Ívar Elí Sigurjónsson 5 ára og býr ásamt foreldrum sínum og 2 eldri systrum á Sauðárkróki. Hann í leikskólanum Ársölum eins og flestir jafnaldrar hans og finnst fátt skemmtilegra en að leika sér með þeim. En lífið tók óvænta stefnu einn bjartan dag fyrir 2 árum, en þá fekk Ívar Elí sitt fyrsta flogakast og við tók gjörbreytt líf með allt upp í 40 flogaköst á dag. Hann var orðinn meira 3 ára þegar að fór að bera á þessu, bara fullur af orku og hraustur fram að þeim tíma. Bara, já. Hvað var það sem að fór að bera á þegar hann 3 ára? Hann fékk krampaflog á leikskólanum fyrst. Og vissi einhver hvað var að gerast? Nei, það voru allir skítrættir. Það var bara þannig. Já. En sko það þá, hvað tæp 2 ár síðan að það gerist? Já. Svo þeir náttúrulega, hann fór bara hérna upp yfir, var fluttur með sjúkrabíl. Og hann var bara svona vaktaður hérna einn dag og þeir vildi ekkert hafa neina áhyggjur af þessu. Hann hefur alltaf verið að fá svona frekar stutta krampa þó okkur finnst þetta að vera heil eilífð sko. En hérna, svo hálfum mánuði seinna, þá fær hann annan hérna heima. Og það er bara sama sagan, hann var hann fluttur upp yfir og var svona smá eftirliti og þá heyrðu þeir í þeim læknunum fyrir norðan, svo stakur við. Og þeir svona vildu þá fara eins að fá hann í heilínrit og segul og myndatöku. Og sem var gert og ekkert kom út úr því. Svo í byrjun maí þá fær hann 3. á leikskóla og þá var ákveðið að setja hann lyf. Og hérna sem bara gekk mjög vel, hann fekk eitthvað smá þarna í júní. Sem var svona, hann fekk ekki krampa en eitt svoleiðis en var svona rétt greindi það. Var rosalega góður í júní, fekk aðeins í ágúst. Svo þarna í september þá fekk hann aðeins. Svo október og nóvember fór hann að krampa aftur. Þá var ákveðið að skipta lyf. Og svo miðjan desember, hérna 2014. Þá fór að bera á þessum fallflogum og svona, hann var bara alveg vonlaus. Segðu mér hvað eru fallflog? Fallflog eru það, þá missir hann allan mátt úr líkamanum, all spenna fer úr líkamanum. Þetta gerist bara á augnabliki sko. Þetta hann náttúrulega búinn að slasa sig hérna heima við út af þessu. Bæði fallið í golf og dottið á eldhúsborð og ýmislegt sko. Og engin fyrirvari á því? Engin fyrirvari. Þetta gerist hvar sem hvenær sem þetta. Er það þess vegna sem hann þarf að vera með svona hjálm og hlíf á höfðinu? Já, hann þarf að vera með hjálm á höfðinu. Hann var ekki fyrst, bara því að við vorum náttúrulega ennþá vinni hvað væri að. Svo fengum við hjálm frá sjúkratryggingum og það breytti miklu fyrir hann. Maður treysti kannski aðeins en treystir honum ekki alveg. Það verður svona kannski helstu svæðin, það verður náttúrulega aldrei andlitið eða, veist. En það verður svona, já, viðkvæmasta svæðið á höfðinu. Þetta hefur hann náttúrulega ekki getað, veist, hann ekki getað einn út að hjóla eða, veist, hann getur ekkert, við erum alltaf ofan í honum, skilur, veist. En, já. En hann hefur ótrúlega mikið núna geta verið á leikskólum, veist, það höndlað þetta bara. Þetta var fyrst þegar hann var að fá þetta, það var svona, þetta bara hræðsla í öllum og við héldum honum kannski dálítið mikið heima bara, veist það því að... Þannig að leikskólinn hefur komið sterkt inn? Alveg ótrúlega, standa sig svo hetjur hérna, eða þau. Álagið hefur verið mjög mikið á fjölskylduna og gríðarlega mikilvægt fyrir drenginn að geta verið á leikskólanum frá klukkan 9 til 4 á daginn með góða þjónustu og fari í sjúkraþjálfun 1 sinni í viku. Þá bættist þeim liðsauki fyrir stuttu þegar stuðningsmamma fór að taka Ívar Elí til sín annað slagið. Þið eigið 2 eldri dætur. Já, 2 eldri dætur. Hvernig gengur að púsla þessu allir saman? Jú, það verða þær kannski pínu mikið út undan. Það er það bara þannig. Við náttúrulega fyrir nánast allir tíminn í að hugsa hann og sem gerist bara hjá öllum sem er í þessari stöðu. En það hafa verið alveg ótrúlega duglega, sko. Það er bara þannig. Mér sé eftir, ég að hugsa að í fyrravetur, sko,
maður haldið vinnu, já. Hefur ykkur tekist að halda vinnu? Halda vinnu, já. Og vinnuvinnar hróskili fyrir að halda okkur. En þá var ég að hlaupa í vinnuna á milli stundataflana hjá stelpunum. Þegar þær voru í eyðum, þá hljóp ég í vinnu. Þannig að þetta bara púsl fjölskyldunar. Já. Og orsaka líka það að við getum eiginlega aldrei farið tvö eitthvað, ekki nema bara rétt skreppa í næsta hús eða eitthvað svoleiðis. Maður fer ekkert það ekki allir sem gerir sig grein fyrir hvað álag binding, þetta mikil binding, þetta svona bara álag álag og binding. Já, þetta bara svolítið flókið að tala þetta af því þetta barnimanns. Þetta barnið manns. Og maður vill ekki hafa einhverja sektarkennd yfir því að segja þetta, en þetta erfitt. Þetta er mjög erfitt. Ívar Elí hefur farið í ótal rannsóknir hér á landi. Ferðirnar verðu 14 til Reykjavíkur og 8 til Akureyrar á 8 mánaða tímabili í fyrra, en nú svo komið að læknar hér á landi hafa ekki önnur ráð en að senda drenginn til Boston til enn frekari rannsókna. Þetta mjög kostnaðarsamt fyrir fjölskylduna sem leggst ofan á annað álag. Vinir þeirra tókuð sig því saman og hétu á fólk, fyrirtæki og stofnanir í Skagafirði að leggjast á árarna með þeim og hefur ekki staðið á viðbrögðum. Var farið að stað með fjáröflun og við hefum bara ekki til orð yfir því. Orð yfir því hvað fólk búið að vera. Fólk náttúrulega getur kannski ekkert komið og hjálpað mikið að öðru leyti, skilur við. Og svo náttúrulega bara sveitafélagið að koma að. Skilur hann í komið stuðningsfjölskyldu eða mömmu. Og það náttúrulega bara yndislegt hann alveg bara elskar það. Þannig að þá náðu þið þessum klukkutíma saman kannski. Þá það fyrir að koma því. Náum þá líka að sinna hinum börnunum líka aðeins. Þó að sér stórar, þá þarf smá að það þurfa allir sitt. En það semst annars vegar þessi bara andleg eða móralski stuðningur sem þið finnir fyrir, og svo þessi söfnun. Maður heyrir ég heyriði bara í gær að krakkar í Varmahlíð ætla að fara að hlaupa í áheit. Og Hardwalk með Hardwalk veitingastaður. Þetta svona einhvern veginn hlýtur að blása ykkur spínu svona í brjóst. Það er ótrúlegt Ég að segja að það gott að ferðast þannig til Bandaríkjanna að maður kannski hugsanlega eigi fyrir ferðinu. Já, það er nefnilega málið. Það er allan einnig áhyggjunni færra. Það er bara þannig. Svo vitum við náttúrulega ekkert, verður þetta ein ferð eða 2 eða 3 eða það er stundu kallaði 2 rannsóknir. Og svo þá kannski aðgerð ef svo vitum við náttúrulega ekkert, verður við viku eða verður við 5 vikur eða það er nefnilega máli. En hvernig það ekki eiginlega kannski svolítið erfitt að höndla þessa óvissu? Alveg svakalega. Það er mjög erfitt. Alveg ótrúlega. Það er mjög erfitt. Við erum komið með svar að við förum í maí en við vitum ekki hvort við förum 1. eða 31. Skilur við? Akkurat. Elsta dóttir að vera stúdent og við vitum ekki hvort við verðum viðstödd eða þetta er svona, þetta er sérstök staða. Hvernig, ég finn alveg að afstaðan ykkar er svo eitthvað þroskuð. Takið þetta bara sem verkefni? Hvernig, ég held það. Já, við tökum þetta sem verkefni. Þetta, auðvitað náttúrulega maður orðin svolítið sjóaður í þessu. Og við höfum til dæmis verið á spítölum þar sem að hjúkrunarstarfsfólk hefur verið að ráðleggja okkur með lyfji og gefa honum þessa lyfjaskammta sem þar. En svo eftir einhvern smá tíma þá þetta kom í okkar hendur því við erum fróðar, maður er býsna fróður lyf og lyfjagjöf.